Selveriði, Ívar hér, flugismiðinni. Í dag ætlum við að nýta laxaflugu sem að margir þekkja og er orðin ansi þekkt og er nýtað með einhvern tímann í kringum 1950, breskfluga sem að heitir hvorki meira en minna en Heri Meri. Þetta er uppáhaldsfluga einhverja laxveiðimanna og er ekkert svo flókin í nýtingu, ekki svo leiðis. Við byrjum á því að festa niður ávallt gull, af því að broddurinn á flugunni er úr ávölu gulli. Hann kemur sem sé hér og skellum ávallt gullinu hérna svona, öfum því í áttina sem sé í þessa átt og drögum það hérna undir, það er að segja, förum með það sko svona. Og ég kýs að klippa á gullið hérna, margir sem gera það kannski ekki en ég hef það fyrir reglu, ég festi því bara niður aftur og eftir. Næst kemur stélið á fluguna og stélið er sem sé eins og á mörgum af þessum klassísku laxaflugum. Stélið er hvorki meira en minna en þessi gullfasani eða hausfjöður af gullfasana og við festum stélið bara niður svona, það er að segja við tillum því hérna með tveimur svona ekkert svo þéttum vafningum og svo er bara hægt að draga það til svona í þá lengt sem við viljum hafa það, cirka svona. Og nýtum fjöðruna hérna niður á legginn og tökum endana af henni hérna. Stélið, jú, þetta er eins og ég vil hafa þetta cirka þetta langt. Því næst þá kemur gull, sem sé ávala gullið aftur hérna á fluguna og nú býðum við átekta með það og geymum það hérna til hliðar. Næst þar á eftir erum við með svart flós. Kemur það hérna. Við því með tvinnanum hérna alveg aftur á svona og stoppum með tvinnan, já hérna, vegna þess að við verðum að eiga pláss fyrir haus á flugunni. Bæði haus og svo kemur á þetta hárvængur og skegg, þannig að það verður að passa sig að eiga það pláss til staðar. Svo verðum við þessu utanum hérna svona utanum búkinn eða legginn á englunum og byggjum upp búk á flugunni. Svo læsum við þetta niður með hérna 2-3 góðum vafningum og fínt að sjá hvernig ég gerir þegar ég klippi hérna flósið í burtu. Þá nota ég vísifingurinn á vinstri hendinni og ýti tvinnanum hérna í burtu á meðan. Þannig að þið ekki að klippa tvinnan. Það kemur stundum fyrir mig að klippa tvinnan, það er bara, kemur fyrir hjá öllum, saman hversu góður nýtarið vart. Þá kemur gullið yfir búkinn. Það kemur hér. Þetta er gull sem er medium. Í svona litla flugu, það má nota small, en það er ekki 100 í hættinu þó við notum medium, það er notið bara það sem við erum með hendina. Þá næst kemur skegg á þessu flugu, það er blá hannafjöður og við nýtum okkur að sjálfsögðu tæknina, snúum þessu hérna hvolf, það byggja hérna smá púða hérna með dvinanum til þess að geta tekið þetta, við tökum, já, eitthvað svona á fjöðrum, mælum þetta niður þannig að endin á fjöðrunum nemi við oddin hérna á auglunum og fara kannski aðeins aftar. Það er svona cirka lengdin á skegginu á þessa flugu. En svo eru sumir sem eru hrifnir við að hafa lengri, hérna, miklu lengri
skegga á þessu og lengri vangi og hvaðina, þannig að það er bara, eins og við segjum, það er ekkert engar fasta reglur það. Nú stendur þetta dálítið svona upp, þá viljum við sjá þetta svona, og svo er þetta að laga skeggið á henni, sjáðu, þetta snúa því aðeins á, þannig að maður hefur hann alltaf smá pláss til þess að sem sé aðeins að koma með puttan inn í þetta og laga til. En við látum skeggið á henni bara halda sér svona, þá er ekkert annað eftir á flugunum nema brúnn íkorni og ég er búinn að klippa þetta af, búinn að taka hérna í endana á þessu og taka út úr þessu lausuhárin. Eina sem við eigum eftir að gera þá er að mæla þetta, við látum þetta bera bara við stélið, það er að segja lengdina á vængnum og nær svona að stélinu, kannski hingað. Þá mælum við þetta bara með fingurgómunum hérna, þetta er þetta langt, skiptum fingurgóma, hérna, klippum þetta nákvæmlega hérna, gerum það hérna niðri og þá fáum við sömu lengt. Ég með þetta inn í pötunum á mér, milli pötuna, og ég ætla að lakka þetta eins og með íkornan hérna. Þetta er margir sem að vita ekki af þessu triksi, en það er bara að lakka þetta alveg miskunnarlaust, skella á þetta dropa lakki hérna á endan á hárunum. Það þýðir það að hafi miklu meira vald yfir efninu þegar það er sett niður í vænginn. Nú kemur efnið, vængefnið. Einhverjir myndi segja að fallega er að nota hárstokkara og ég segi að það getur vel verið. Alltaf sagt það getur það má vel vera. En fiskurinn tekur þessa flugu alveg jafn mikið og einhvern stokkaða væng sko. Það er fiskurinn sem ræður, ekki einhver kall á kommentakerfinu sem segir ykkur hvernig flugutan ykkar eigi að vera. Það er alltaf að taka einhverja tilsögn á kommentakerfum og frá okkur lærðari mönnum, alveg ekki spurning. En það er fyrst og síðast alltaf fiskurinn sem hefur síðasta orðið um fluguna og er í rauninni hæstaréttardómarinn í málinu. Nú er vængurinn hérna alveg solid fastur og þá er flugan bara klár, heyri mér í. Ensk fluga frá miðri síðustu öld, upp úr 1950 kemur frá Bretlandseyjum. Við hendum á þetta hérna smá hnút og athugið að ég er að nota tvinna númer 12.0 einfaldlega bara til þess að fá ekki of stóran haus á flugunum. Ég gefi það töluvert mikið þegar ég er með laxaflugur. Leyfa mér að nota tvinna sem er grennri. Svo kemur bara á þetta lakk hérna. Þá losum við væsinn og bregðum á þetta einnig fyrir að lakki. Þó það verður 2. Og þá er flugan eiginlega bara klár. Þetta koma þetta lakki á þetta allan hringinn. Fínt að lakka tvisvar, hafið þá bak veira, það er rosalega skemmtilegt. Það endist vel. Þá er flugan bara klár, eins og þið sjáið, Harry Mary, eftir John Reedpath, stendur í bókinni, glæsileg laxafluga og búin að veiðir vel lax. Þá bara segi ég þakka þú kærlega fyrir áhorfið, þið megið hérna endilega deila vídeóinu ef þið viljið, setja like á vídeóið og gerast áskrifendur á rásinni, það myndi hjálpa okkur alveg helling. En þangað til í næsta vídeói þá bara sjáast í hress og kátt og takk fyrir áhorfið.